Óskar, lífsnauðsynlegur sigur, þú hlýtur að vera ánægður? Já, ég er mjög ánægður. Ég er ánægður með frammistöðuna, hún var frábær. Ég er ánægður með sigurinn. Ég er ánægður með það staðreynd að ef ég skil þetta rétt þá erum við komnir með örlögin í okkar hendur. Að við þurfum, ekki bara, við þurfum að vinna vestra og þá erum við búin að bjarga sætinu. Ég er líka feikilega stoltur og ánægður af stuðningsmönnunum okkar sem að mæta hérna og styðja við baki okkur 90 mínútur. Það er gríðarlega dýrmætt og þannig að þú veist, bara góður sunnudagur í Vesturbænum, í Frostaskjólinu. Það eru búið að líða vel í allan dag, bæði fyrir leik og á meðan á honum stóð? Já, veistu það, mér hefur liðið mjög vel. Þú veist, ég er svo heppinn að ég læt ekki stöðutöfluna skilgreina líf mitt, þannig að ég vakna bara, þú veist, sef ágætlega á nóttunni og vakna glaður og fer að sofa glaður og þú veist, sem betur fer er margt annað í KL heldur en bara meistaraflokk karla og það er margt til að gleðjast yfir þó að meistaraflokk karla taki svona kannski, þú veist, þetta stóran skerf af athyglinni og þannig að það er allir dagar í KL góðir en auðvitað er það þannig að menn finna alveg fyrir því að það tekur á að vera í þeirri stöðu sem við erum í. Það tekur á fyrir mörgum finnst það óþægilegt. Margir eru með í maganum og margir líður bara hreinlega illa yfir í mörgum káringum. En það er líka hollt að þjást aðeins. Spenntur fyrir smá ferðalagi vestur og allt undir? Ég er bara gríðarlega spenntur fyrir þessu leik. Þú veist, veðurspáin eins og bestur voru kosið. -2 og logn, þannig að þetta verður bara veisla á Ísafirði eftir 6 daga. Út af framstöðan hér í dag, góð gefur ykkur aukið sjálfstraust? Klárt mál, þú veist, þetta er svona kannski í fyrst skipti langa tíma sem við höfum haft úr nánast öllum okkar leikmönnum að spila, þannig að þú veist, já og það er auðvitað bara, þú veist, þegar menn finnst mér þegar menn ná svona framistöðu í þeirri stöðu sem þeir eru í með þetta á bakinu, þú veist, ég bað á að reyna að ýta frá sér umtalinu, ýta frá sér pressinu, reyna að ýta frá sér, þú veist, öllu þessu utanaðkomandi. Þið vitið það sjálfur, það er hægara að þetta gert, að loka sig einhvern veginn af og finna ekki fyrir því og gleyma því. Þannig að framistaða með við stöðuna sem við erum í, hún ég er mjög stoltur af liðinu. Þú verður að tilkynna úrslitin í öðrum leikjum í miður leik hér, þú veist ekki sátt við það eða hvað? Við fengum skilaboð að bekkurinn vildi það ekki? Nei, já, veist, ég veit ekki, ég bara heyrði það ekki, sko. Ég heyrði einhvern tímann í fyrri hálfleik en svo heyrði ég ekkert meira. Mér finnst það nú bara sjálfsögð þjónusta, sko. En svo reyndar eru náttúrulega 99,9% af fólki með síma og er væntanlega veit hvað staðan er, svona kannski frá 1980, einhver gömul hefð að tilkynna hvernig staðan er í hinum leikjunum. Ég hugsa að flestir séu nú með það á hreinu sem hafa áhuga að vita það. En þú veist, það skiptir samt bara engu máli. Maður reynir bara að einbeita sér að því sem maður hefur stjórn á. Og veist, ég hef ekki stjórn á því hvort að úrslitunum úrslitin eru tilkynnt í hátalarakerfinu eða hvort að Láki fái rautt spjald eða einhver segi eitthvað eða eitthvað. Þú veist, ég reynir bara að einbeita mér að liðinu mínu og einhvern veginn að hjálpa því sem mest. Varst þú meðvitaður stöðuna í Mosfellsbæ á meðan leik stóð hérna? Nei, ég hafði ekki hugmynd. Svo heyrði ég að staðan var 1-0 fyrir Aftureldingu. En svo heyrði ég að Vestureyri þannig að best. Sem að var bara, þú veist, hvort sem hefði í raun og veru ekki skipt máli vegna þess að Aftureldingu og IA get ekki bæði unnið, sko. Þannig að þú veist, það hefði sett IA í klípu en þú veist, ég veit það að Skagamenn eru stoltir, þeir vilja klára mótið af krafti og þú veist, það er líka bara gleðilegt að sjá, þú veist, Eyjamenn koma hérna, þú veist, að gefa allt sem þeir eiga, stilla upp sínu sterkasta liði sem mögulegt er, þú veist, KA af enga keppa, þú veist, mér finnst það svolítið breyting frá því í fyrra, þar sem að, þú veist, liðin sem hafðu kannski ekki neina að keppa, þú veist, hættu bara, sem skekki mótið, þú veist, þá mætir einhverjum í fyrsta leik, sem að tryggir sig síðan, svo parkerar hann bara
svo hættir hann bara, dregur tjaldi fyrir síðustu 4 umferðina, þá ertu búinn að skekkja mótið. Þannig að mér finnst það vel gert hjá þeim liðum sem að hafa ekki neina að keppa að þú veist, gíra sig upp og gefa allt sem þeir eigið og mér fannst Eyjamenn gera það þetta, mér fannst þeir ekki koma þetta með hangandi haus, mér fannst þeir bara vera mjög flottir. Síðast að frá mér allavega, Láki fekk rautt spjald og ég sá Guðmund Andra var eitthvað að rífast, þú veistu fyrir hvað hann fekk rautt spjald og okkur Guðmund Andri var ósáttur? Nei, ég veit ekki þeir voru eitthvað að tala saman eða kalla hvor og annan, ég heyrði ekki hvað fór á milli þeirra, þú veist, ég veit ekki hvort Láki geti endilega skilja að fá rautt spjald í þessu leik en ég eins og að fagna því að þessi loksins var að taka á dólslátum þjálfara og aðstoðarmanna þeirra á bekknum. Það hefur búið að tala um þetta í 3 ár held ég, að fara að taka á þessu og mér finnst dómar ekki næstu nú að harðir og þannig ég fagna þessu þó ég viti ekki nákvæmlega í þessu tilviki hvort að Láki hafi endilega átt að fá skilið rautt spjald að þá fagna ég því að menn taki harðar á þessu heldur en ekki því að þetta þarf að linna að fjórðudómarar og aðrir séu undir stanslausum árásum frá starfsmönnum á bekknum. Stefán Árni sneri eftir Langanfjörður bara ánægjuleg tíðindi? Já, það náttúrulega bara kissibyrðið ofan á kökuna í dag að hann kominn aftur tilbaka, hann auðvitað, þú veist, á langt í land en þú veist, það auðvitað bara, þú veist, það mikilvægt fyrir hópinn, fá hann inn. Það mikilvægt fyrir KR og þú veist ekki síst hann sjálfan að þú veist að finna einhvern veginn að hann sé komin á þennan stað í endurhæfingunni að setja markmiðið að hann myndi ná að spila áður en að tímabilinu lyki. Þú veist, sumir segja að það væri bratt en hann búinn að ná því og nú þurfum við bara að byggja ofan því að þú veist að vita það allir að Stefán Árni í formi er einn af betri leikmönnum í deildinni og klárt mál og við höfum saknað hans gríðarlega í sumar. Ég veit ekki alveg hvort að menn áttu þessu á því að þú veist að hann hefur vantað en þannig að það er bara frábært að fá hann tilbaka. Takk. Takk fyrir.